Góðan dag, kæru vinir, og velkomin til fundar við hvern? Við hann sem við tilbyðum tignum og lofum, og hvað heitir hann? Rétt, Jesús. Þannig að við vitum á hvaða stað við erum, við vitum hvað við fáum að heyra við vitum að það verður líklega ekki pæling úrslitin í Bandaríkjunum milli Donald Trumps og Biden. Við ætlum að hlusta á eitthvað svona uppbyggilegra en það, en hitt nú merkilegt og allt það, því að það aldeilis ekki sama hver leiðir Bandaríkin. Við vitum að hvað sem við segjum það, að þá eru þau nú voldugusta ríki veraldar. Þannig bara það og hefur lengi verið, og ég held nú að flestir séu nú ágætlega sáttir við það. Sumir náttúrulega eru uppteknir við það að gagnrýna allt sem bandarist og hlæja. En það ekki rétt, að margt gott komið þaðan, og fyrir eftir í svona bara hvar við erum stödd í þessu allir saman. En Jesús stærri en stór Bandaríki, og hann lítillátur, og meira að segja hefur hann lagst svo lágt, innan gæsalappa, að gera þig að sínum vini. Ég segi lagst lágt, en samt ég nú þeirra skoðurnar að hann lítur nú ekki svo á, að hann sé neitt að leggjast lágt. Því hann einstaklingurinn sem elskar, og ef þú elskar mannesku, þá lítur hún nú ekki á að þú sért að líta eitthvað lágt, lúta eitthvað lágt, með því að taka hana að þér og umfaðma hana og segja það jafnvel við hana að þú elskir hana. Það held ég ekki, svona Guð. Þannig við þurfum ekki að vera undrandi á því, þó Drottinn gera okkur að vini sínum, segjandi það sjálfur aftur og ítrekað, að hann elski. Að hann bara elski. Þetta eru mögnuð orð, og ég veit nú ekki hvar þessi heimur væri ef hann hefði ekki þessi orð yfir sér. Ef hann hefði ekki Jesús sem að gefur aðgang að sér, sem þetta, segir þetta, og hans fólk, ég og þú, upplifum á hverjum degi. Og gerir að verkum að við á einhverju stað segjum, það engin önnur leið. Þetta leiðin sem ég ætla að fara. Jú, við getum haft áhuga fyrir því sem að gerast í Bandaríkjunum, og að því við erum í þessum heimi eins og hann og við vitum að þau eru svona ákveði lykil veldi, hafa verið í áratugi, en þau eru samt bara land sem best væri að liti lifandi Guði, lifandi uppreisnum Jesú Kristi. Þannig að þau eru á nákvæmlega sama stað og önnur lönd, þó að ríkidæmi sé nokkuð hjá þeim. Þetta mjög rík þjóð, en ég veit að núna viltu segja mig frá því að það sé misskipting auðsins skelfileg. Já, ég held ég hafi nú alveg vitað það, en segir okkur samt ekkert ríkidæmi í þjóðinni sjálfri. Misskipting auðs bara mannavald og ákvörðun sem að menn að nota. Af hverju? Hver veit það? Ekki veit ég það, en ég veit bara svona þetta. Við tölum þessa hluti líka hér á Íslandi. En þó held ég nú að það sem að við búum við og lifum við sé nú býsna gott. Sjálfur verð ég nú að viðurkenna að það nú gert mjög ágætlega við hópa á Íslandi. Þannig sé að það ekkert einhverjir sem eru ekki með neitt,
sko ekki með neitt, nú er ég ekki að tala um þá sem að hafa komið sér í þær aðstæður að bara vera á göttunum. Sumir hafa komið sér í þær aðstæður að það er engin staður annað fyrir þá, þetta ágæta fólk, nema gatan. Við vitum alveg hvaða fólk þetta er. Og við vitum alveg ástæðan fyrir því að þetta fólk er þarna. En þeir sem að ná sér úr þessu sem komið þangað, þeir setja sér bara við hliðin á mér og okkur öllum. Sem jafningjar okkar, þetta er þetta fólk jafningar allra manna, það er ekki málið. En aðstæðurnar eru þessar. Það er ekkert heimili. Það er ekkert afdrep sem að þetta blessaða fólk hefur. Og það er því ekkert að fara neitt. Það hópar sér saman á götunum og er bara þar af því að það er ekkert að fara neitt. Af hverju? Það liggur alveg fyrir. Það hefur engan stað til að fara á. Það býr á götunni. Ekki staður nokkurs manns, götur eru til þess að ganga á og aka eftir á bifreiðum. En ekki staður eins og okkur er ætlað að búa á. En þar hefur nú samt ákveðin hópur verið í áratugi. Við vitum að þetta fólk hefur komið sér þangað sjálft. Það er ekki rétt. Við getum haft 1.000.001 skoðun og svona orðum, en þetta er nú bara staðan. En þarna á auðvitað enginn að vera. Og þarna mundi heldur enginn vera ef hann tæki það frá sér sem kom þeir þangað. Og hvað var það? Ég held þú vitir það. Þannig að það þurfu margir að vakna upp, minn elskaði vinur. Og það er nú líka þannig sem er svo skemmtilegt að fjalla og velta fyrir sér, að Jesús sem elskar mig af öllu sínu hjarta er þar líka. Og hann gerir engan mannamun á mér í minni stöðu né þessu fólki í sinni stöðu. Hann hjálpaði mér, hann hefur hjálpað mér, er að hjálpa mér, byggja mig upp. Hann vil gera það sama við þetta ágæta fólk. Hver er munurinn? Það er annar höfðingi sem er að stýra og stjórna þessu fólki, en er að stjórna mér. Hvað heitir hann? Hann heitir Jesús. Hann stýrir mér og stjórnar. Það er annað að eiga hann að trú á hann og svo kemur spurningu við, en hver er að stjórna? Hann þarf að stjórna, hann þarf að leiða og þá er enginn á götunni. Er þetta einhver einföldun? Ég veit ekkert hvort að menn líta á þetta sem einföldun, en ég veit að svona er þetta. Ég þarf ekki að standa við það. Fái Drottinn að opinbera sjálfan sig, þá gerist þetta. Mitt hlutverk er, og annara sem að predika og tala, er að benda á Jesús sem lausn inn í öll mál einstaklinga. Hvar sem þeir eru staddir. Ég þarf Jesú. Og ég viðurkenni það fyrstur manna. Æðsti maður veraldar, líklega í Bandaríkjunum, hann er líklega þar, þarf hann líka. Þannig það er engin munur á okkur. Stöðurnar eru misjafnar, valdi sem við höfum er misjafnt, valdsmaður í ríki getur leitt þjóðina sína út í glæsileikan sjálfan eða hörmungar. Að þann hefur vald til þess að stýra og stjórna. Þannig við sjáum alveg hvar viskan ætti að búa. Við sjáum alveg hvar viskan vill búa.
Hún vill að þeir sem að leiða ríki eru leið að leiða fólk, stóra hjörði eða litla, milljónir, 100 milljóna, og þetta, drottin vill að þessi menn sem settir eru yfir fari með hjörðina á stað blessana. Þannig við sjáum mikilvægi þess að þetta fólk horfi til Jesú. En hve margir gera það? Allir sé ekki teljandi á fingrum annarra handar. En þó má segja Donald Trump, blessaðan kallinn, að þetta er trúaður maður. Hann biður bænir. Hann er heittrúaður maður. Hvaða aðra skoðun sem við höfum á honum? En það er ekki enn komið mig í ljós hvort að hann situr eða fer. Ég get svo sem alveg sagt það hér að ég vildi nú að hann fengi bara klára forseta tíð sína í stól Bandaríkja forseta. Þeir eru kjörnir, hafa möguleika á að sitja 2 kjörtímabil í 8 ár sem sagt. Og það væri þá seinna tímabili sem að hann blessaða kallinn myndi sitja. Þetta eru nú ekki nema 8 ár svo sem að þessi forsetar sitja. Það er nú ekki langur tími. En við sjáum hvernig fer. En ég veit að drottin vill eignast þessa menn, hvort sem er. Líka biten til þess að geta leiðbeint honum inn í hjörðina, til að leiða þessa hjörð. Þetta vill nefnilega gleyma svolítið. Enda náttúrulega vitum við það að öll Guðs vitund er á undanhaldi. Hún er á röðu undanhaldi. Það er ekkert annað en flótti auðvitað frá raunveruleika og veruleika. Og þessi flótti frá raunveruleika og veruleika trúarinnar er vegna þess að það eru svo margir sem að sjá ekkit við þessa trú. Af hverju? Eru það við þessir ágætu kristnu menn og konur sem erum að fæla alla hinn á flótta? Allir það, allir sé nú svo slæmt. Ekki veit ég ástæðuna. En ég veit bara það að ef trúin kemst ekki að, þá erum við að tala um lifandi Jesús, þá herðist hjartað. Og ef við vitum að það er afskaplega lítið miskunn og náð í dag. Við erum í málaferlum alveg fram og tilbaka. Við verðum glaðari eftir því sem að þessir ágæta fólk fá þyngri dóma. Bara sem lengst fangelsi, þá er bara veisla. En það er ekki góð stað fyrir nokkurn mann að lenda í fangelsi. Og við vitum það að menn, margir, flestir, koma sér nú þangað sjálfir með einhverju sem þeir gerðu en áttu aldrei að gera. En það er ekki fagnaðarefni fyrir okkur. Það er eitthvað mikið að í sálatetri og hjartatetri mínu ef að þetta gleður mig. Og það gerir það ekki. Það hreykir mig. En sumt er nauðsynlegt. Er allt annað mál. Við þurfum að vera með þetta kerfi sem að tekur sumt fólk úr umferð en þá ekki að vera neinum eitthvað sérstakt fagnaðarefni. En hve mörgum er það ekki fagnaðarefni? Af hverju? Vegna þess að það er svo margt sem er gengið úr skaftinu hjá okkur. Það er ástæðan. Og því miður eru þeir sem þekkinguna hafa á Jesú, segjast trú á hann allt það, og ég efast ekkert að svo sé, eru svo óduglegir við að láta vita hverju þeir fylgja og hvað þeir eigi og hvers vegna þeir eigi það. Hvers vegna á ég Jesú? Já, hann gefur mér ekki bara gott líf, hann byggir ekki bara upp þessa mannesku
upp til höfuðsins, hann er svo miklu meira en þetta. Þú ert að horfa á einstakling sem mun ekki deyja. Líkaminn fer, við höfum oft talað um það, við veitum alltaf það hann fer. En þú ert meira en líkaminn. Þetta snýst allt. Það er ekki rétt hjá mér. Við óttumst dauðann og það er algjörlega eðlilegt að óttast dauðann. En það þarf enginn að óttast dauðann. Þegar Jesús sigraði dauðann. Og hann gaf mér þetta nafn, Jesús, og gaf mér skilyrðin til að trúa þetta nafn, Jesús. Og nafni Jesús beinir mig framhjá dauðann og til ríkis Guðs. En svona er þetta lokuð bók fyrir honum og henni sem ekki skilur að þú ert meira en líkaminn. Sjálfið, þú sjálfur, raunverulegi þú, er ósýnilegur andi í þér. Það er hann sem stígur upp. Hulstrið verður eftir sem hún til að horfa á. Það verður aldrei á nýja staðnum sem við stefnum öll á. Ekki mitt að dæma neitt það hverjir eru þar. En ég trúi því að ég sé á leiðanga. Og ég vil gera það gagn sem ég get til þess að allavega einhver komi líka á þennan stað. Ég ræði engu það. Ég get ekki hrifsað togamenn inn í ríki Guðs. Það togaði mig enginn inn í ríki Guðs. Drottinn gerði það nefnilega sjálfur. Hann vill að þú haldir þér það sem þú ert, þar sem hann togaði þig til staðarins. Það er ríki Guðs á jörðinni. Þú ert þetta ríki Guðs á jörðinni, því að ríki Guðs býr innra með þér. Þannig talar orð Guðs. Þannig að við sjáum á hvílíkum villu vegi, sjá geti heimur fallni heimur kannski ekki ágætur, en fallni heimur á. Hann er með skilningavitin sín uppi, sem eru holdsins skilningavit. Þannig tölum við þessi kristnu menn. Þau geta aldrei skilið það sem er Guðs. Þess vegna eru þessar spurningar sem mér finnst bara að vera fáránlegar, að því maður er kannski búin að gleyma því, svona hálfgildings allavega, að einu sinni var maður á þessum stað sjálfur sem spurði eins og kjáni. Segi ég í dag. Ég veit af hverju. Ég hef ekki það, hafði ekki það þá sem ég hef í dag. Vitneskjuna Jesú, fullvissuna að Jesús er jafn raunverulegur og þessi maður sem þú ert að horfa á. En hann er ósýnilegur, hann er andi. Og hann sýnir þetta á mörgum stöðum í orði Guðs. Við sjáum að hann var með þeim. Við stakkurum við vitum það. Allt í einu birtist hann. Við skulum segja þeir hafi verið 4 inn í herbygginu. Þeir voru, segjum það bara 4, góð tala. Allt í einu var 5. maðurinn kominn. Það var Jesús. Og hann var allan tíman með þeim. Það er það merkilega við það, en þeir sá hann ekki. Af hverju? Eins og við vorum að tala áðan, þá sjáum við ekki andan. En hann var þarna.
hann hafði getu og vald þess að láta sjálfan sig birtast í sínum gamla fyrra líkama. Og hann gerði það. Til hvers? Til þess að við vitum það sem við vorum að tala um á það, hann er. Hann gæti birst okkur eins og hann birtist þeim. En hann gerir það líklega ekki. En hann er þarna. Þetta er fullvissan sem trúin vill gefa mér. Að hann er, þó ég sjá hann ekki. Og þetta er einhvað sem gott að eiga í hjartanu sínu, sem segir mér og er skýr vísbending til mín að ég þurfi að rækta mína trú. Ég þarf að byggja upp í mér þessa fullvissu að svona sé þetta og þú veist eins og ég að þetta er beint upp úr orði Guðs. Þú er örugglega marg ofta lesið þessa reikningagrein. Við skulum bara segja þegar þeir voru saman eftir að hann var dáinn og þeir voru lafrættir, búin að tvílæsa öllum hörðu sem gátu tvílæst af 8 og voru eitthvað, voru þeir ekki að brjóta brauð nei, ég man ekki hvað það var og allt í einu Kristur bara mættur þarna. Hei, hvað er að hjá okkur strákar mínir? Ég er hérna. Og við munum eftir því þegar Pétur var að koma í land eftir fiskiróður með eitthvað nafla, var það ekki? Jú. Og það var líka eftir að drottin var búin að gefa upp andan og þeir sjá mann í fjörunni og logandi eld sem hann var búin að kveikja þessi einstaklingur og þeir sjá, herri, þetta er Jesús. Við sjáum af þessu, hann er ekkert farinn. En við sjáum hann ekki sem manneski eins og þú ert að horfa á mig. Við sjáum hann innræðum á okkur og skynjum hann sem lifandi anda. Og við vorum að tala um það rétt í þessu og við vitum þetta að við sjáum ekki andan berum augum. Þetta útskýrir best allra orðið trú og hver hún er nauðsynleg. Við trúum því þó við sjáum það ekki. En drottin sýndi sig í hópnum og ég trúi því ekki að hann hafi komið þá og farið svo aftur. Nei, hann var með þeim allan tíman. En hann í elsku sinni og kærleika ákvað, ég ætla núna bara að leyfa þeim að sjá mig. Og þeir fengu að sjá hann og hvað er þetta? Þetta eru skilaboð til framtíðar en minn elskaði vinur. Því að drottin er eins. Þannig að þegar þú ert að stússast eitthvað í Jesú nafni, vertu viss að hann er með. Séðu nokkuð saman í Jesú nafni, verið viss að hann er mitt og milli, meðalík. Hann segir það sjálfur. Hann birtist strákunum. Hann kom ekki þá. Hann var til staðar. Er þetta ekki munur á? Það er hægt að koma, svo förum við aftur. En Kristur var til staðar. Hann heyrði hvert orð. Svo hvað hann, ég er best að leyfa að sjá mig bara núna. Svo þið sjáu hvernig þetta er. Og við vorum að tala um það áðan, þetta eru skilaboð til framtíðar. Við lesum þetta í Biblíunni, þetta er eins í dag. Þú veist ekki af honum, en mögulega skynjar hann samt.
veist ekki af honum, ég er að tala um það, þú sérð hann ekki, en veist samt að hann er þarna og þetta er mjög góð hugsun að vita að vist er Drottinn hjá mér. Það er ekki? Þeir voru lafhræddir. Kannski var það þess vegna sem hann bara ákvaði að ég leiði þeim bara að sjá mig. Og þeir sá hann eins og þeir þekkt hann. Og ég er nokkuð viss um það að hafi einhver ótti verið sem var nú þarna því miður, þá hefur hann allur dottið af þeim. Hvað síðan gerðist eftir að hann hvarf aftur, veit ég ekki. Getur vel verið að sami ótti hafi sótt á þá sem áður var til staðar. Því að það er ekki nokkur einasta leið að reikna manneskju út. Það er ekki hægt. Það er þetta núna og annað eftir augnablik. En það er alveg ljóst að þarna, það sem gerðist þarna þegar hann birtist, eru skilaboð til strákana sem voru á staðnum og okkar allra. Og hvað eru margar kynslóðir komnar fram frá þessum tíma? Ég ætla ekki einu sinni að reyna að nefna þær, það eru svo margar. Og við erum enn uppi. Og við hefum oft verið með hann í kringum okkur, en við höfum aldrei séð hann. Samt er hann til taks og staðar, en við höfum aldrei séð hann. En við eins og vorum að tala um, þá skynjum við hann innra, en við höfum ekki séð hann eins og við sjáum, já, hvort annað hér og nú og hlutina sem eru þar sem við erum. Við sjáum hann ekki þannig. Aftur kemur þessi nauðsynlega trú inn í myndina. Trúin sem ég segi að sé sannleikur, og trúi því líka, segir mér, Jesús er þetta. Hvar sem 2 eða 3 eru samankomnir, er ég mitt á meðal, segir Drottinn. Og nú sjáum við aftur myndina af Jesús þegar hann birtist. Hann kom ekki, hann var. Þar sem 2 eða 3 eru samankomnir í Jesú nafni, þar er hann. Hann gæti þess vegna birst í manns líkama. Af því hann er þar. Ég held að þetta sé rosalega trúarstyrkjandi hugsun að eiga, og það er einmitt þetta sem Drottinn er að hvetja okkur til, það er að eiga þessa sönnu mynd af sér hver hann er. Hann er. Það sem hinn trúaði er staddur. Við sjáum þetta eins og vorum að tala um áðan á nokkru stöðum í Biblíunni með nákvæmlega þessum hætti. Hann er, en við sjáum hann ekki. Og til þess að horfa á þetta þessum augum þarf við trú. Og núna sjáum við betur mikilvægi þess að rækta upp í sér sína trú. Og hver gerir það? Ég skal benda á mig og þú bendir á þig. Ég geri það. Og sjáu ekki mikilvægi þess að hver og einn leyfi kölluninni sinni að virka. Köllun manns og konu, hún miðar við það að þú opinberi Drottinn í verkunum þínum. En hver er staðan? Ertu bara reið bitur manneskja og grípur fyrst allra til kvartana og kveinstafa? Af hverju? Við veitum alveg af hverju. Það er einhver ólga í hjartatetrinu. Það er ekki rétt. Af hverju, minn elskaði vinur, heldurðu að þú eigir trú?
Af hverju, minn elskaði vinur, heldur þú að þú hafir heila bók með orðum lifandi Guðs í? Það er til að sýna þér hver hann er. Hann leyfir okkur núna að draga upp myndina af sér sjálfum þegar hann birtist lærisveinunum sem andi, og við segjum, hei, hann var þarna alltaf. Hann kom ekki í gegnum vegginn og og birtist og fór svo aftur í gegnum vegginn. Hann var þarna. Svo hvarf hann. En hann varð eftir. Eins og hann var áður en hann birtist. Sjáum við ekki að Drottinn er að gefa okkur svolítið aðra mynd af þessum atburðum. Ég segir Drottinn, sagði Guð við Móse þegar Móse spurði Guð hvað hann ætti að segja Faró þegar hann var að senda hann þangað. Ég sendi mig. Þetta voru orðin sem að Móse sagði Faró þegar Faró spurði einmitt, hver er að senda þig? Fjárheyrðu þér úr haganum. Ja, hann sagði reyndar það ekki, ég segi það. Ég sendi mig. Ég er. Staddur hér, væni minn. Og ekki bara hjá mér. Hann er líka hjá þér. Og öllum öðrum kristnum mönnum og konum hvar sem þeir eru í heiminum. Líka í þessu veldi sem Bandaríkin eru. En öll þessi vitund er á undanhaldi og það er engin ný frétt. Trúin hefur alltaf risið og hnýið. Risið og hnýið. Verið öflug stund, svo verið hnýið. Af hverju? Hjarta mitt er eins og það er. Stundum vill það ekkert með þennan Guð hafa. Og hverju breytir það? Öllu fyrir mig, en ekki því að Drottinn sagði ég er. Og ef við vitum að orð hans standa, þau gilda, þau eru það sem gilda. Og ég segi, til að meðtaka allt svona, þá þarf ég þessa nauðsynlegu trú. Ég þarf hana í dag, hér og nú, á þessu andartaki. Já, ég er. Svo getum við bætt við hér. Þetta er það sem að Drottinn var að segja þegar hann opinberaðist þessum lafræta hóp sínum. Ég er hér. En við sáum ekki neitt. Hann birtist. Og við sögum, hann kom í gegnum vegginn. Hann kom ekki í gegnum vegginn. Hann bara fylgdi þeim. En svo allt í hennu sáu þeir hann. Og það líkst upp fyrir okkur öllum kannski orð Drottins. Ég sendi þig. Segðu það. Ég Sjáum við ekki mögnuð skilaboð? Og þessi skilaboð gilda enn þann dag í dag því að Drottinn breytir sér ekki neitt. En til þess að þú sjáir þetta svona, þarftu trú. Það liggur alveg fyrir. Og hlutverk mitt og þitt og okkar allra sem eigum trú í hjartan okkar er að byggjast upp í þessari trú.
Og fólki sem kallað til að kenna og predika kenna og predika, byggir sinn málflutning á þessari staðreyn. Er það ekki annars rétt? Er ekki ræðan flutt til þess að byggja upp trú í mönnum og konum? Jú, hún til þess. Það það eina sem okkur uppálagt að gera, það að flytja efni sem byggjur upp trú í mönnum og konum. Já, í ræðumanninum býr lifandi Guð og hann talar. Í honum og henni sem hlustar býr sami Guð, sami andi sem tekur við og móðar úr því sem ræðumaður að segja. Af hverju? Þetta sami andi að verki. Þetta kerfið sem Drottinn hefur hérna. Hann hefur ekkert annað kerfi en þetta. Leyndardómur vissulega og eitthvað sem maður nær ekki almennilega upp í. En þá kemur þessi mikilvæga trú til skjalanna og ég segi, en ég trúi þessu. Að svona sé þetta. Trúin yfirtekur skilningin, má segja hún gleypi bara mitt skilningsleysi og svo togar hún sjálfa sig upp og ég segi, heyrðu, ég trúi þessu samt. Svona byggistu þau í trúnni og förum að segja alls konar í trú og svo segjum við sjálfu okkur, ég trúi þessu. Ekki reyna að taka þetta frá mér. Það svona trú sem við þurfum að eiga. Og þegar við eigum svona trú, reynir enginn að taka það frá okkur sem við eigum. Því að það naglfast, við verður ekki haggað. Þetta það sem að Drottinn vill byggja upp í okkur. Og þetta myndin sem hann setti fram af sjálfum sér þegar hann birtist í stofunni sem strákarnir voru í, eða fólkið, til þess að ég ykist í trúnni minni, styrktist. Því að það sem hann sagði þá, gerði þá, enn að fullu og öllu virkt. Og svo má spyrja, trúi ég þessu? Já, minn elskaði vinur, ég trúi þessu. En ég var ekki í herberginu sem með þessum strákum og fólki, að sem Drottinn birtist. Ég var ekki í bátnum með Pétri þegar hann að koma að landi og hann sér mann í fjörunni og logandi eld aðeins fyrir ofan hann. Orðið segir að í fjörunni hafi verið Kristur. Þeir sáu mann sem þeir þekktu, en samt var hann upprisinn. Svo hvarf hann. Þeir sáu ekki lengur hennar líkama. En við vitum að hann varð eftir, samt. Rétt eins og við vitum, erum sannfærðum að hann var í stofunni þar sem þessi strákar voru, sveittir á ótta. Hann var þar. Og nú skiljum við betur þessi orð, ég sendi mig. Eins og Mósi fékk skilaboðum að svara Faró þegar hann spurði sig, hver sendi þig? Ég sendi mig. Ekki veit ég það hvort að Faró blessaða kallinn hafi meðtekið þessu orð, en það það auka atriði. En Mósi fór með þessi skilaboð vegna þess að Drottinn sem hann elskaði, tignaði og tilbað, sagði honum að gera það.
Þetta er trú. Þetta er trú í verki og trú í verki yfirtekur stundum manns eigin skilning. Og hver sem að leyfi trúnni sinni að yfirtaka sinn eigin skilning verður sér aldrei til skammar. Drottinn mun sjálfur sjá til þess að svo gerist ekki. Þetta eru skilaboðin, minn elskaði vinur, til okkar allir í dag. Og við svona getum alveg byggt á þessu og við getum sagt við okkur að þetta er eitthvað sem ég ætla að halda mér við. Og meira, ég ætla að vaxa í þessu. Ég ætla að vaxa í þessari hugsun að Jesús sé, þó ég sjá hann ekki. Ég ætla að leyfa þessari mynd sem ég á til af herberginu þar sem allir þessir lafræddu menn voru í þegar þetta Kristur birtist. Og hann kom ekki í gegnum vegginn. Hann nefnilega var þar. Hvar sem 2 eða 3 eru samankomnir er ég mitt á milli, segir Drottinn. Hann er þar sem trúin er að verki og fer ekki frá henni. Því hann er trúin á trúna og vill að hún sé að fullu virk í sínu fólki og þú ert einn af hans fólki og ein. Þannig að þú ert manneskjan sem hann ætlar að nota til margra góðra verka. Og ég og við hvetjum þig til þess að taka þessari áskorun. Í Jesú nafni. En er þetta ekki orðið gott í dag og Konráð Rúnar Friðfinnsson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.